En kosningabaráttan nú í fullum gangi enda bara 8 dagar til kosninga. En hversu vel hefur framboðunum gengið að marka sér sérstöðu? Hversu vel hafa leiðtogar þeirra komið fyrir og hversu flinkir eru flokkarnir til að bregðast við neikvæðri umræðu? Almannatenglarnir Atli Rúnar Halldórsson og Jón Hákon Magnússon eru sestir á Sigmari. Velkomnir. Takk. Við hljóðum aðeins að nálgast þetta út frá ykkar fræðum og náttúrulega njótum góðs af ykkar bakgrunn líka. Þið voru báðir náttúrulega fréttamenn og fylgist ágætlega með pólitíkinni. Ef við kannski byrjum á þessari neikvæðu umræðu sem að sumir flokkarnir og sérstaklega Sjálfstæðisflokkurinn hefur orðið fyrir út af styrkjamálinu. Hvernig finnst þér hann hafa höndlað það? Já, hann hefur verið náttúrulega augljóslega í rosalegri vörn og þetta er krísa. Hinn í bóginn þá finnst mér einhvern veginn eins og þetta mál sem slíkt hafi kannski bjargað kosningabaráttunni. Hún hefði verið alveg óhemju viðburðasnauð ef við höfum ekki fengið þessa fjárstyrki. En auðvitað Vesalings-formaðurinn sem er kosinn viku fyrr og fær þetta í fangið. Og maður horfir dálítið á og vorkennir honum að þurfa að takast á við ekkert minna en þetta. Mér fannst hann sumulti gera það ágætlega, öðru leyti ekki. Það sem að mér fannst þeir klikka fórustan hjá þeim að þegar eins og þau töluðu hreinlega ekki saman til dæmis Kjartan Gunnarsson og svo Bjarni, Guðlaugur og Bjarni, það voru alltaf svona, þeir hlupu svona hvor fram hjá öðrum og það er mjög gaman að vera frétta blaðamaður og svoleiðis tímum því að á því leiðir nú maður í gamla daga en svona sem almannatengill hefði maður nú reynt að kannski að benda þeim á að talið nú svolítið saman og verið sammálum hvað þið ætlið að segja og hvernig. Það fer ekki saman hljóð og mynd. Nei. Hvernig sér þú Sjálfstæðisflokkinn í þessum málum? Hann er mjög illa bygglaður eftir þetta því miður en mér finnst formann hafa gert þess ágæti skil en það er kannski ekki ómikið hlustað þess dagana. Því hann játar þetta og hann segir að þetta verði endurgreitt, hvernig sem hann ætla að gera það verður endurgreitt. En þetta er búið að fara mjög illa með hann því að Sjálfstæðisflokkurinn er búin að vera í miklum erfiðleikum alveg síðan að ríkisstjórn Geirs Haarde féll á síðasta ári. Það reki hvert óöfnug hættur öðru og ég tek undir með Atla, hann er komið nýtt fólk í brúna, nýr kall í brúnni og með nýju fólki og þau ráða ekkert ferðin, þau geta ekki komið sínum málum á framfæri. Ég held að kosningabaráttan sé að byrja í dag. Þingið er hætta núna, þetta mál fór mjög illa með kosningabaráttan, þannig það eru 8 dagar í kosningabaráttu og það verður mjög erfitt fyrir flokkana að koma sínum málum að og ég held að skiptingu málu vegna þess að almenningur er í þannig stuði þessa dagana að hann ætlar sér að láta menn finna fyrir sérstaklega Sjálfstæðisflokkinn. Þannig að við sjáum hvernig fylgi við Vinstri græna eykst dag frá degi, Samfylkingin líka og allt er þetta því almenningur, kjósendurnir eru að tjá sig. Þannig ég hugsa hlusta ekkert voðalega mikið á það sem flokkarnir eru að segja. Það verður mjög skrítið, næsta vika verður mjög skrítið. En það voru ekki bara styrkir sem að Sjálfstæðisflokkurinn fekk. Ég meina við sáum þetta líka með Samfylkingun og Framsóknarflokkinn. Það var náttúrulega miklu lægri upphæðir og kemur í kjölfarið á hinu. En samt sem maður má alveg segja að þetta hafi verið mjög neikvæð umræða fyrir þá flokkar líka. Hvernig fannst þið þeir tækla þetta? Þurftu þeir kannski ekki að gera vegna þess að fókusinn var á Sjálfstæðisflokknum? Ég held að það hafi verið mjög heppnir að hafa þessar 20 milljónir hjá Sjálfstæðisflokknum því að það voru náttúrulega styrkir bæði hjá Samfylkingunni og ekki síður Framsókn sem að hefðu orðið mikið fréttaefni og umtal ef að þetta hefði verið svona einangruð mál skulum við segja sem slík. Eitt og ég nefni hann til mig sérstaklega. Upphæðirnar 1, 2, 3 milljónir. Maður svona, en þegar það komið 4, 5, þá hefur maður svona aðeins að velta öngum og allt þar fyrir það náttúrulega er orðið allt önnur ella. En allir við skulum ekki segja bara að þau voru mjög heppnir að Sjálfstæðisflokkurinn skildi lenda í þessum 2 milljónum. Já, þeir nýttu sér það líka mjög mikið. Samfylkingin kemur í ljós að stór hluta því sem þeir eru að fá og er frá bauksfyrirtækjum. Það talar enginn það, af því að fókusin er á Sjálfstæðisflokk og Sjálfstæðisflokkurinn er illa særður og hann þarf tíma til að ná sér. Það er ómögulegt að segja hvernig hann kemur út úr kosningunum næstu viku, en hann verður örugglega ekki í næstu ríkisstjórn. Ég held að ríkisstjórnin sem heldur áfram, hún verður heldur ekkert mjög langlíðan, við sjáum kosningar fyrr heldur Haukur Hallgrímsson. Tíminn skiptir líka máli. Menn voru að gíra sig í páskafrí þegar þetta dynur yfir og það var bara upplausn á heimilinu.
menn voru bara farnir út úr bænum eða ekkit hérna inn í kollinum eða fara að takast á við svona svakalega. Svo líka þetta að þeir kunni ekki sko svona krísustjórnin, þannig að eins og hann var að segja að rétt áðan, þetta alveg rétt að... Hvað eiga menn að gera þegar svona kemur? Það náttúrulega til ákveðin aðferðafræði við það og það versta sem lendir í þegar margir fara að tjá sig og þú verður að fá misvísandi yfirlýsingar eins og gerðist þetta páskahelgina. Og almenningur segir sko hver þeir að ljúga, hver að segja satt, hvar sannleikurinn? Getum við fengið sannleikann? Og almenningur telst ekki búin að fá hann enn. Það getur vel hans í komin, ég veit það ekki. En þarna þurfa menn bara að koma saman og bera saman bækur sínar og stilla saman strengi og hafa sko helst ekki með talsmann. Það dálítið mikið. En hvað hérna, svo við förum yfir í annað sem það að þegar allt hrynur hérna í október, þá verður maður strax var við það að það verður svona ákveðið gjaldþrot í stjórnmálunum líka og manni virtist sem að það yrði mikið svigrúm fyrir nýjar hreyfingar að spretta upp. Samkvæmt könnunum þá það bara fjórflokkunum sem með mennin og þingi. Það vegna þess að þessi nýju framboð ekki nógu klók í því að koma sér á framfæri eða fjórflokkurinn bara einfaldlega of sterkur og það kemst ekkert í gegn annað? Já, það getur verið bæðið og. Auðvitað vekur athygli, það voru götubardagar hér fyrir nokkrum vikum síðan og hérna maður bjóst við að það myndi setja mark sitt á kosningabaráttuna, en hún alveg ótrúlega venjuleg. Það bara eins og ekkert hafi gerst í svona stórum dráttum. Og leiðinleg líka. Já, sko, hún ekkert einhvern veginn á dagskrá, vil ég segja, og það komið framboð sem sagt vera beint upp úr þessu hérna pottaglamri á Austurvelli. Mér finnst það framboð sem stórnótt að bara labba inn í hérna settið hjá þessum hérna stóru flokkum. Það gengur á hérna karakterunum eða svo einstaklingunum sem í forystu. Ef þeir standa sig, þá fá þeir fylgi. Það ekki við að hlusta mikið á hvað sem að segja. Mér finnst þeir ekki hafa mikið að segja umfram hérna gamla setti. Sko, ef stúdentarættarinn í öðrum löndum og hérna líka, fjórflokkarnir náttúrulega búin að skjóta opbóðslega sterkum rótum hérna og það djúpar. En ef skoðart í öðrum löndum, svo Bretlandi og Bandaríkjunum, Repúblikademókratar í Bretlandi íhalds með verkamannaflokkur, þá þeir snillingar í því þegar nýjir flokkar skjóta upp kollinum, að þá taka oft frá þeim þau mál sem sennilega vinsæl hjá almenningi og tilægja sér það. Og að hluta til það að gera hérna líka, sem gerir litlu flokkunum nánast ómögulegt að komast áfram. Plúskortur á fjármagni, plúskortur á pólitískri reynslu og plúskortur á því að vera góður í áróðri. Já, og það hefur kannski vantað núna þá? Já, og komast að. Þeir hafa ekkert komist að fyrir styrkjamálum. Það hefur enginn komist að. Þannig að þeir komast í sjónvarp einu sinni í viku eitthvað svoleiðis í þessum kynningaþáttum, en öðru leyti komast þeir ekkert að. Fjölmiðlarnir ekkert að sinna þeim. Fjölmiðlarnir bara að sinna því sem þeir telja vera frétt dagsins og það hefur verið sína pásku styrkjamálið. Já. En þú bendir á það að þetta snýst svolítið að hafa sterka leiðtoga. Förum aðeins yfir þetta svið. Hvernig finnst ykkur leiðtogarnir í þessum framboðum hafa verið að standa sig? Já, það var æft á nýtt Ísland hérna niður á hérna Austurvelli forðum og nýja Íslandi eru þingarindusta fólki sem eru Jóhanna og Steingrímur. Þau eru svona kall og kelling í koti sínu og hérna það ekki tilviljun að í öryggisleysinu sem hefur verið að það sækja svolítið í öryggi og þau eru svona ímynd fyrir kall og kelling sem að breiða út faðminn og kjósendurnir bara koma. Það voða merkilegt með Vinstri græna að ég verið varið það að það ótrúlegasta fólk sem ég hef ekki ímyndað mér að talaði huggulega Vinstri græna segist alltaf kjósa Steingrími. Jafnvel þó að búi upp á Akranes eða norður Akureyri. Steingrímur eða Reykjavík. Steingrímur frambúið bara fyrir norðar. Hann hefur náð svona landsföður ímynd sem fleytir þeim mjög, mjög langt. Já, en hún kom sent, en þegar hann fekk ráðherraembættið þá gerði nákvæmlega þetta, en þegar þetta alveg rétt sem hann að segja. Sko, klappstýra samfylkingarinnar er löggildur ellilífeyrisþegi, sko. Og Steingrímur búinn að vera eitthvað 18 ára og þingi eitthvað svoleiðis og raunverulega alltaf að endurtaka sig, en hann núna sterki maðurinn í íslenski pólitík. Það fer ekki á milli mála, hann sterki maðurinn í íslenski pólitík og það einhver leiðtogahagur, það einhver
pólitísk sexapíl, ég veit ekki hvað það sem gerir það að verkum að hann rakar sem fylgi til sín. Hann náttúrulega ekki kannski með sömu syndirnar að bakinu og aðrir af fjórflokkunum eða hvað? Ekki, hann með syndir en kannski ekki. En þetta snýst líka að mér hefst, þeir eru mjög uppteknir að því forystusveitin af Vinstri grænum að sanna sig, sýna þeir get og kunni. Og það rifjast einhvern tímann upp fyrir mér að daginn að ég held að það verið Einar Olgeirsson og Brynjólfur Bjarnason, hún verið að menna að googla þá og takast betur upp með Davíð með Seðlabankastjórann hverju þeir voru. Þegar þeir voru að rökstyðja það að sósíalistaflokkurinn fór að starfa með sjálfstæðisflokknum, að við stjórnum kapítalismann betur heldur kapitalistanir. Og mér finnst Vinstri grænir vera í því að sanna fyrir okkur að þeir kunni að stýra og stjórna. Steingrímur Steingrímur íhaldsmaður. Hann fastheldinn, hann gætinn og hann bara græða á því þessa dagana. Þannig að hann ekki hann var einhvern tíðan gamall rauður byltingarsinn en ég held að það sé löngu liðin tíð. Já, og svo eru þetta nýliðarnir í forystustólunum sem þurfa að glíma við Tökum Steingrím sem er klókur stjórnmálamaður sem fjármálaráðherra og kann að gera sér mat úr því. Ég held að sá síðasti sem kemur hún í kollinu Jón Baldvin, Hannibalsson. Mér finnst hvorki Árni Matthíasson en Geir Haarde gerðu sér mikið mat úr því að vera fjármálaráðherra í pólitík. Þannig séð. Steingrímur notar það alveg á fullu ferð. Alveg á fullu ferð. Og jafnvel meiri í fjölmiðlum heldur Jóhanna. En hvernig gengur nýju fóringjónum í Sjálfstæðisflokknum, Bjarni Ben og Sigmundur Davíð í Framsóknarflokknum að fóta sig þó inn í þessu? Sigmundur hefur lent í vandræðum því að hann kemur náttúrulega gjörsamlega óreyndur. Hann var hinum yfir borðið, hann var fréttamaður. Og hann hefur ekki þessa vikt sem hann þarf til þess að rífa flokkinu með bjuggust við að myndi gera það miðað við fyrstu skoðanakannana sem kom eftir landsfund Framsóknarflokksins. Bjarni búinn að vera á þingi í smá tíma en hann hefur ekki fengið tækifæri að sýna forystuhæfileika. En þannig að hann óskráð blað í augnablikinu líka en það margt sem bendir til þess að hann hafi þessa hæfileika. En ég held að reynslan og tíminn koma til með að sýna fram á það. En ég hef aftur meira ágjör af Framsóknarflokknum í augnablikinu vegna þess að Sigmundur virðist ekki ná að taka liðið með sér. Þannig að ég veit ekki hvað gerist hjá þeim. Stóru mistökin sem að hann að súpa segið og flokkurinn held ég hafi verið þau að upphæð fari ekki inn í þessa ríkisstjórn. Því að almenningur, hvorki Framsóknarmenn sjálfur né aðrir, því séu við hinnir, áttum okkur eiginlega á því hvort þetta stjórnarflokkur eða stjórnarandsflokkur og þeir verðist ekki bara kunna umgangast pólitík. Það voru kannski mistök að fara þessa leið að vilja velja að vera áttu bara að fara inn í stjórnir. Nákvæmlega, því að þið bera ábyrgð á honum hvað sem er. Það alveg gott að vera inni heldur en að vera fyrir utan og bera síðan ábyrgðin á ríkisstjórninni. Allt annað mál að vera ráðherra í kosningabaráttu. Svo hafa þeir verið klaufskir eins og til dæmis þeir komið með tillögur í efnahagsmálunum og þeir hafa ekki ná að koma því í gegn og meira segja verið kýldir niður af stjórnarflokkunum. Þetta náttúrulega alveg skelfilegt að vera, þeir hafa ekki tíma eða til þess að láta kýla sig svona eins og þeir gerðu. Og þeir að reyna að ná því upp núna og ég veit ekki hvort þeir ná því fyrir kosningar. Sjálfstæðisflokkurinn úti hvað sem er. Hann þarf að fara í gegnum ákveðna endurnýjun og fara í gegnum meðmörkina. Hvað verður lengi þar veit ég ekki en við sjáum bara hvað ríkisstjórn tekur hérna við. Það þarf meiri háttar náttúruhamfari til þess að það breytist eitthvað. Frjálslynda-flokkurinn lendir dálítið svipuð og Framsókn gagnvart ríkisstjórninni að það erfitt að fá hann inn í landslagið. Hvað hann með eða hann á móti? Og hann einhvers staðar á floti þarna og einhvern veginn fær enga athygli. Hann fær nákvæmlega enga athygli. Þeir kunna svo það eitt hjá þessu blessuðum mönnum. Eins og þið þekkir, þú þekkir sem fréttamaður, að þeir alltaf að kenna fjölmiðlamönnum umfjöllunum sem þeir að fá í fjölmiðlum. Það mikið til flokkunum sjálfum að kenna. Þeir bara kunni ekki þessa samskiptatækni. Þeir kunni ekki að nýta sér þetta. Þeir eru mjög háðir auglýsingum og sérstaklega prentuðum auglýsingum en fólk undir 35 ára aldrei sem framtíðin, það les ekki prentmiðlum. Er það líklegt til árangurs að kenna alltaf fjölmiðlum ef að illa árangur? Nei, það ekki til árangurs en þeir gera þetta aftur og aftur sem ég held að sé ránt en þeir bara kunni þess að kommunikera og bara þið þurfi ekki annað en ef ég veit ekki hvort þið fylgdust með forstakosningur og Bandaríkjunum og sjá hvernig til þess að Obama náði tökum á samskiptatækninni. Hvernig hann notaði SMS-i, hvernig hann notaði bloggi, hvernig hann notaði heimasíður og notaði þetta allt saman. Þessi flokkar hérna, ég spurði flokksmann Háttsæta núna dögunum hvað þið verið að gera allir þessi flokksskrifstofum, þá leita hann á mig og sagði þeir eru að ljósa þetta. Það eru tvær setningar í lokin frá okkur báðum.
Breytist eitthvað á þessari viku rúmu sem að eru til kosninga? Já, það gerist eitthvað í næstu viku. Mér finnst Vinstri grænir eiga eitthvað inni. Ég spái því að þeir munu bæta við sig fram að kosningum og ég ætla að voga mér að segja það að menn þurfi ekki að láta sér bregða þó að þeir verði stærsti flokkurinn eftir þessar kosningar. Það verður hins vegar stjórnarmyndun mjög spennandi því að ég ekkert viss að það alveg klárt ef að hlutföllin vera svona að þeir óbreytt áfram en ef að Vinstri grænir vera stærri þá ætla ég ekki að hengja mig upp og að verði sama stjórn áfram. Það kvika hérnendir. Ég held að þetta breytist alls í næstu viku en ég veit ekki hvernig, ég held að þetta fylgi verði og ég var að Vinstri meirihlutin. En ég held að fylgi muni aðeins minnka á Vinstri grænum en þeir verða öflugasti flokkurinn og Steingrímur valdamessi maðurinn í pólitíkinni næstu 1-2 ár en það alveg ljóst. Já, takk hjá fyrir komuna.